Ég held að ég hafi alltaf verið að glíma við kvíða. En svo var ég í prófum í háskólanum fyrst skipti. Þá kom svona kvíða, svona kast. En þá byrja ballið í rauninni, sko, þetta 2002. Og ég vissi ekkert hvað það var. Svo bara verið ég lasin, svona lífkamlega. Og þá eiginlega var ég heima, svo 3-4 mánuði bara lasin. Og ég fór í skólan, en dreif mig svo alltaf heim og það var svona venjuleg hlutur eins og að fara í búð og svona. Þetta var svona erfitt. Já, þetta var svona stýrði lífinu einhvern veginn alveg. Og eins og það að fara í vinnu og svona, ég var oft með alls konar afsakanir okkur, ég mætti ekki vinnuna. Mér fannst ég ekki tilbúin að fara til virk. En þegar ég var komin þangað og byrjuði þessa vinnu, þá fann ég alveg að ég var á réttum stað. Og ráðgjafinn og sálfræðingur náttúrulega í sameiningu bara, þú veist, ýttu mér, hjálpuðu mér og studdu mig. Það var bara eitt skref í einu, svona svo fara upp tröppuna, bara ein trapp í einu. Og svo setur ráðgjafinn upp svona prógram, eitthvað svona til þess að halda manni, þú veist, að gera eitthvað alla daga. Að þanga til, maður svo tilbúin að fara út að vinna. Í dag, það er alltaf bara algjör viðsnúningur frá því sem var. Það ekkert hægt að bera það saman. Ég vakna ekki á mótnana að hugsa hvernig get ég formabræði fyrir að vinna í dag. og hef bara svolítið gaman að því sem ég að gera.